Góða kvöldið og velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Gestur kvöldsins Kári Jónsson, sósíalisti og fyrrverandi starfsmaður í sjávarútvegi, sem hefur kynnst greininni frá mörgum hliðum. En fiskurinn í sjónum, hann hefur lengi verið gullkista þjóðarinnar. Í gegnum aldirnar hefur hann fætt okkur, haldið samfélögu gangandi og tryggt Íslandi sess og alþjóðlegu markaði. En á sama tíma hefur spurningin alltaf hangið yfir: hver á fiskinn? Í þessum þætti ætlum við meðal annars að rýna í frumvarp sem nú liggur fyrir Alþingi hækkun veiðigjalda. Með öðrum orðum að útgerðir greiði hærra verð fyrir að nýta fiskimiðun okkar. En hvað þýðir það í raun? Er þetta réttlætismál eða að vera að veikja burðarás íslensks atvinnulífs? En sjávarauðlindin sameign þjóðarinnar, en ávinningu virðist safnast á sífellt færri hendur. Kvótakerfi sem átti að tryggja sjálfbæra nýtingu hefur orðið á kerfi auðvaldsvæðingar. Frumvarp hækkun veiðigjalda lagt fram sem leið til að auka réttlæti og samfélagslega hlutdeild í arðinum, en duga það eða þarf róttækari uppstokkun og eignarhaldi og skiptingu auðlindarinnar. Við ætlum að reyna að svara þessu í þættinum í kvöld. En Kári, þú mátt endilega byrja að kynna þig fyrir áhorfendum og hlustendum og segja okkur hvaðan áhuga þinn á sjávarútvegsmálum kemur. Já, takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Ég náttúrulega fæddur í Reykjavík, ég gablari í 11 ár. Já. Og svo ég sanngirðingur í 55 ár. Þannig að það svona upphafið, en allur minn starfsferill meira og minna tengdur sjávarútvegi. Sem sagt bara fiskvinnsla, sjómennska, allar götur og svo bílstjóri að keyra fisk af fiskmarkaðunum og þar fram eftir götunum. Þannig að þetta starfsævin þarna sem sagt öllu leyti. Þannig að það svona í stórum dráttum og allt lífið mitt náttúrulega í Sandgerði í 55 ár. Já. Og já, það ekkert eiginlega meira það að segja. Þarna ég, Suðurnesja bær í dag, áður Sandgerði og Garður, sem hefur sameinaðist og aftur bara, þarna lífið mitt, sko. Þannig að þú hefur svona beint upplifað á það hvað áhrif kvótakerfi hafði, áhrif á atvinnulíf og samfélög í heild sinni og í fyrrum sjávarútvegsplásum eða? Já, það á við öll sjávarplássin í landinu, allar sjávarbyggðir í landinu, að lífið saltfiskur. Sko, í mínu ungdæmi þá þetta bara lífið saltfiskur. Já. Við vorum, fórum á milli skipa, við vorum í fiskvinnslunni, krakkarnir í skólanum voru teknir og óskaði eftir þeim inn í vinnslurnar þegar var barst mikill afli af landi og þannig að þetta bara var lífið okkar í þessum árgangi í 59 módelinu, sko. Já. Þetta var bara þannig, en svo kemur kvótakerfi. Já. Og þá verða miklar breytingar. Áður hafði reyndar verið fiskveiðistjórn sóknamark frá 76 til 84 sem gengur svona hjá sjómönnum, svona eldri sjómönnum. Það gengur undir skrafdagakerfið og langflestar útgerðir og sjómenn náðu aðlaga sig vel í þeirri fiskveiðistjórn. Þannig að það var í upphafi kvótakerfisins var mikil gagnrýni, enda var það bara samþykkt til 1 árs fyrst frá 84 til 85. En svo náðist samkomulag að hafa bæði kvótakerfi og sóknamark, sem sagt fyrstu 4-5 árin. Og það endaði með því að þetta allt saman sett í kvótakerfi. Og náttúrulega hver fisktegund annarri tekin inn í kvótakerfið og 91 sem sagt þá fyrst það sem sagt 86 og 87 þá var það til fiskmarkaðir, faxamarkaðurinn í Reykjavík og fiskmarkaður Suðurnesja
og þá fer að mynda svona eitthvað sem við kallum eðlilegt sanngjarnt rétt fiskverð myndað á fiskmarkaði og það stemdi bara allt í það að meira og minna færi allur fiskur á fiskmarkað á þessum árum frá 87 alveg til 90, 91 og en þá koma þeir og setja á lög frjálst framsal sem sagt samþykkja 90 og það tekur gild áramót 90 og 91 og og þar leiðandi bara byrjaði þessi feikna mikla samþjöppun sem við erum að horfa á í dag sem sem sagt eftir gjafakvótakerfið þá nýta þessi fyrirtæki þessa forgjöf að verða sér út aflaheimildir og gera það í rauninni í gegnum bankakerfið og með bankakerfinu og misvitrum stjórnmálamönnum. Ég ætla nú bara að halda því til haga. Já. Og svo líður og býður og þessi samþjöppun og svo náttúrulega fylgdi því á veðsetning á aflaheimildum og þetta mest að gerast sem sagt í því horfi sem þetta í dag þá var þetta rauninni til svona frá 1995 sem sagt fram að hrun þjófnaði 2008 Já. og flestir þekkja nú söguna ef þeir þurfa ekki að fara aftar heldur en í hrunið og þá gerist það að og þessi fyrirtæki náttúrulega lentu í mikilli gengisfellingu, það féll gengið 50% þarna 2008 og skuldir jukust og allt þetta og þær eru afskrifaðar meira og minna af þessum fyrirtækjum en þau fengu að halda aflaheimildum, veiðiréttinum. Okay. Og svo heldur þetta bara áfram þessi samþjöppun allavega og þetta alltaf gert með bankakerfinu. Bankakerfi styður þetta allt saman. Já. Og náttúrulega áður var þetta Hafró. Já. Það fer saman samþjöppun aflaheimilda og niðurskurður hjá Hafró. Þannig bara virkar þetta system. Þá minnka aflaheimildarnar hjá þeim sem eru minni og þeir yfirleitt gefa sér það að þá sé rekstrargrundvöllurinn farinn og náttúrulega eins og við þekkjum í dag, 1 tonn af þorski, bara 1 tonn, það kostar 7,5 milljón. Það kostar eins og skítsæmilegu fólksbíll. Já. Þannig að þetta nú svona. Og í þessum viðskiptum og í viðskiptum til dæmis með aflaheimildir í dag innan fiskveiðiársins þessara 365 daga því aflaheimildur með bara úthlutað til 1 árs í senn að þá má ríkisstyrkta einokunarútgerðin hún má leigja frá sér 50% aflaheimildana og gerir það fyrir 500 krónum en borgar 28 krónur eins og þetta í dag 1. september á hverju fiskveiðiári. Áttu við þeir borgi 28 krónur en leigja út fyrir 500 kall? Já, og þeir mega gera það samdægus. Þetta gert 1. september og þá hefur Alþingi bara allar götur í þessi 34 ár sem frjálst framsal hefur verið í gildi að það hefur engin flokkur reynt að snúa þessu tilbaka, vinda ofan af þessu og það engin virðisaukaskattur borgar af þessum viðskiptum, svo dæmi sér tekið sem náttúrulega þá eðlilega bara hreinn ríkisstyrkur. Já. Þessi sama ríkisstyrkta einangrútgerð borgar ekki förgunargjald til dæmis. Það náttúrulega ríkisstyrkur og svo náttúrulega eins og hefur margsinnis komið fram í umræðinni núna veiðigjöld að núverandi fyrirkomulega veiðigjalda það rís ekki undir lögboðinni þjónustu við starfsgreinina og þetta náttúrulega ekkert annað en ríkisstyrkur þá. Nei. Þannig að svona hefur þetta þróast og mér finnst nú alltaf dálítið fyndið að heyra
sem sagt lepp og skrepp og leiðindaskjóðu, það er að segja stjórnarandstöðun í landinu í dag, Já. sem er svona almennt hægri sinnuð og bara yfirleitt hægri sinnuð, að hún snýst, sko verður eins og snúiróð í hund, ánamaðkur og öngli í rauninni. Þegar er talað það að leiðrétta sem sagt veiðigjöldin á markaðsforsendum. Það er að segja rétt verð til grundvallar útreikningi veiðigjalda. Já. Að það sé markaður en markaðsverðið á fiskinum en ekki verðið sem þeir ákveða að borga úr hægri vasanum sínum yfir í vinstri vasan. Og það er leiðandi náttúrulega sjómenn og það eru sem sagt bæjarsjóðir, ríkissjóður, hafnarsjóðir sem fá allt saman sem sagt minni tekjur, minna útsvar, minni tekjuskattur. Þannig að þetta er bara keðjuverkandi og við erum að standa í þessu og það má til sannsvegar bara færa, þó að ég sé sannarlega sósíalisti, að loksins er almenningur að finna það að það er verið að mæta þessari kröfu sem hefur verið í gildi í 34 ár. Já. Þú veist, hjá almenningi. Við viljum, almenningur finnst kvótakerfi vera óréttlátt og náttúrulega lögin frjálsa framsalið, af því að það sem hefur gerst hjá þessum 28 sjávarbyggðum sem hafa mist aflaheimildir frá sér, glatað aflaheimildum, að sko íbúðirnar þeirra, sko þetta fólk meira og minna lendir í 8 haga fjötrum. Það getur ekki einu sinni farið í næsta þorp, sko. Já. Þú veist, af því að það bara er ekkert verð á húsuna þeirra. Þau sitja bara föst. Þessu hefur aldrei verið mætt með neinum eðlilegum hætti af stjórnvöldum allan þennan tíma. Já. En segðu mér, þú varst að tala að það hefði verið svona sóknarfæri, hvað sagði, sóknardaga? Sóknarmark. Sóknarmark. Já. Hvernig er það öðruvísi heldur kvótakerfi, svona fyrir þá sem að Já, það er eiginlega bara dagakerfi og er í rauninni hornsteinninn sem sagt í sjávarútvegsstefnu sósíalista. Já. Sem sagt bara óframseljanlegt dagakerfi fyrir hvert skipa og bátaflokk. Sem sagt, við þekkjum sóknargetu flotans á öllum tímum, alveg bara frá í rauninu upphafi. Þannig að við ættum mjög auðvelt með að útfæra hvað telst vera eðlilegt að hver skipa og bátaflokkur ætti að fá í sem sagt daga til að veiða á hverju ári, hvort það væri 200 fyrir þennan bátaflokk eða skipaflokk og svo 100 fyrir næsta og þar framtíðum. Þetta er allt saman útfærsluatriði sem er mjög bara einfalt. Kosturinn við þetta er það að þá er búið að taka í burtu einokunina, af því að þetta allt í einu ungt fólk í dag, það getur þá kannski jafnvel átt möguleika á því að kaupa bát, skip og hefja útgerð án þess að fjárfesta fyrir sko bara milljarða. Sama er með fiskvinnsluna, þegar ég vil sko hafa fiskinn á fiskmarkaði, þá sko opnast fyrir nýliðun inn í fiskvinnslu. Í 100, 200, 300, 400 fermetra fiskverkanir. Þetta er hægt að gera í samráði við bæjarsjóði einmitt þessara sömu byggða að hjálpa til, leggja til sem sagt að hjálpa fólki að koma sér á stað, vera jafnvel hluthafi bara alltaf í þessu. Af því að þetta er bara atvinnuskapandi og allt saman inn í hverju plássi fyrir sig. Sem kannski telja 200 íbúa, 400 íbúa. Þetta bara skiptir öllu máli. Að færa þennan veiðirétt inn í sjávarbyggðirnar. En nú hefur maður bara séð það bara hringinn í kringu landið að þessar byggðir sem voru bara sjávarbyggðir og lifðu á sjávarútveginum. Þetta er náttúrulega orðið hjómeitt og þeir eru náttúrulega í mikilli tilvistakreppu og reyna að finna eitthvað til að lyfta upp sveitafélögunum sínum og héruðum og annað, þannig að þetta er svona hefur ekki, að mínum að þetta ekki haft góð áhrif. Nei, ég meina að við horfum náttúrulega á þetta og við erum að hlusta á fréttir frá degi til dags það að það er verið að skera niður alla þjónustu
skólaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, bara almennt bara velferðarþjónustu sem við myndum vilja hafa fyrir íbúan okkar við erum í samfélagi, við búum í samfélagi og þar eiga allir að geta að lifa með fullri reisn við bara ætlustum til þess. Þetta eru bara mannréttindi að eiga húsnæði yfir hausinn á sér og fjölskyldur sínar og allt saman. Allt þetta er bara eins og ég var að nefna áðan í sambandi við hvernig fyllt saman samþjöppunin og niðurskurður og aflaheimildum. Og þetta er nákvæmlega sömu forsendurnar að bæjarfélögin, þau hafa ekki efni á því að halda út í heilbrigðisþjónustu, alvöru skólaþjónustu. Af því að tekjurnar eru farnar, lífsbjargirnar eru teknar í burtu frá þessum fólki og við þurfum bara að laga þetta. Sem náttúrulega leiðir líka bara til þess að fólk bara flyst á brott vegna þess að þeim vantar atvinnu og þeir sem komast Þórdís, þeir sem komast í burtu að geta skipt sjávarpláss eða fluttir Reykjavíkur eða eitthvað. Ég meina þetta er margfeldis neikvæð áhrif. En svo er eitt sem ég hef náttúrulega ekki komið sem er náttúrulega ofboðslega stór fylgifiskur kvótakerfis og allra náttúrulega bara kvótakerfa í rauninni. Og það er sem sagt eins og í sjávarútveginum. Þá er þetta það er brottkast af fiski það er bara einfaldlega ekki viðurkennt í þeim mæli sem það raunverulega er. Og núna er akkúrat þessi tími, nú er hann að byrja. Það eru fáir mánuðir eftir að þessu fiskveiðiári og þá náttúrulega bara herðist á brottkasti. Það hefur alltaf verið öll þessi ár. Þetta er náttúrulega rosalega sóðarskapur við auðlindir okkar að gerast. Þetta er bara sóunarkerfi í rauninni og svo náttúrulega má ekki gleyma einu að það er rosaleg framhjálöndun líka og það gerist í gegnum það að því að fyrirtækin, þessi stóru, þau hafa heimavigtunarleyfi. Þau þurfa ekki að fara með fiskinn á hafnavigt. Þannig að það er bara fullt af fiski sem fer bara beinustu leið inn í kælana hjá þeim og þetta er náttúrulega fiskurinn sem er til leigu fyrir 500 kall. Sem sagt, aflaheimildirnar. Af því að þær koma hvergi fram á vigt. Nei, Nei, á sama tíma er þessi ríkisstyrkta einokunarútgerð, hún er að mestuleyti þau sjálf sem er að flytja út 50.000 tonn af óunnum fiski í gám. Á sama tíma út af þessari umræðum veiðigjöldin núna í dag, að leiðréttingu veiðigjaldana, að þá er að tala það að það muni leiða af sér að allur fiskur fari til Póllands, einhverjir hafa nefnt Kína og eitthvað svona og maður bara verður dálítið hissa. Maður verður eiginlega bara pínundur reiður. Ég meina, ég er nú búin að vera á móti þessu frá upphafi, frá degi eitt af því að ég náttúrulega trúi Jóni Kristjánssoni og ég bara veit hann er að fara með rétt mál og þetta var náttúrulega í umræðunum að fullt af fólki sem var í sjávarútvegi fyrir 40 árum síðan sem bara sagði það er ekki þetta að geyma fisk í sjónum á milli fiskveiðiára. Hann er með sporð, hann er stanslausri ætisleit. Og þú veist, þannig að ef við veiðum hann ekki núna, þá erum við ekki að fara að veiða þennan fisk á næsta ári. Nei, hann fær sér í gein að borða bara á morgnana, Nei, og svo er þetta þannig að við erum búin að ganga hart fram hver sem hinn raunverulega ástæða er í sambandi við loðnuna sem er svona helsta fæða bara annara tegunda, þorsk, ýsu, þú veist hvað sem er, að við erum alltaf verið að veiða minna og það finnst alltaf minna af þessu og afleiðingin af því þýðir það að þorskurinn er fann að éta sjálfan sig, börnin sín. Þannig bara hljómar þetta í eyrum, þú veist, það bara er þannig. Og hvað eigum við að gera í þessu? Eigum við að halda áfram að bíða eftir því að eitthvað kraftaverk gerist eftir 40 ára óstjórn í Hafró? Eigum við þá að bíða í önnur 40 ár? Ég meina, hvar verður við sem samfélag og þjóð þá?
verður bara eitt stykki Samherji eða eitt stykki Brím eftir að veiða hvað? Alveg örugglega. Að veiða hvað? Það er allir fiskistofnar að léttast á milli fiskveiðiára og það þýðir bara eitt, það þarf að veiða meira. Og þetta er nákvæmlega það sem Jón Kristjánsson hefur verið að segja. En hvernig stendur þó á því að Hafró breytir ekki sinni stefnu til þess að koma í veg fyrir sjálfsátt? Það er stóra spurningin og ég hef saknað þess náttúrulega hjá mörgum sjávarútvegsráðherrum. Í ljósi árangursleysis að það byggjast ekki upp fiskistofnar eins og var fyrir til dæmis kvótakerfi. Þá vorum við að veiða með Bretunum og Þýskurunum og öllum hérna inn í landhelginni. Það var einhver jafnstöðu afli på 450-500.000 tonn af þorski, bara þorski. Núna erum við að veiða 200.000. Þú veist, þannig að Hafró, hún bara neitar að mæta. Ráðherrarnir, sjávarútvegsráðherrarnir, þeir spyrja ekki. En kannski smá samsæriskenning. Já. En er þá að gera þetta að því kannski að þessi stóru sjávarútvegsfyrirtæki veiða bara ekki meira? Er verið að aðlaga kvótan að þeim? Eða ég meina, þetta er verðið, þetta snýst verðið. Af því að bankarnir voru þátttakendur í þessu. Að þá er þetta verðið. Þetta er alveg eins og bara, við getum bara sagt hérna, byggingaverktakar í Reykjavík. Þeir setja ekki allar íbúðurnar sínar út á markaðinn. Nei. Þú veist, þetta er bara sama, bara hafðu skortstaða til þess að fækka þeim eins mikið eins og mögulegt er. Og það er að segja útgerðinni, sko. Mér líður svona einhvern veginn að kerfið hafi verið hannað þannig með hámarksgróða fyrir eigendur, eða skilurðu... Fyrir fáa útvalda. Þetta heitir það. Og með það leiðarljósi að borgar sem minnst til samfélagsins. Já. Það er reynslan. Ég meina, við horfum öll á þetta ef við viljum bara opna augun. Og það var bent á þetta strax í upphafi, sem sagt fyrsta lagi hvað kvótakerfið myndi leiða af sér, því það er ekki hægt að geyma fisk í sjónum og milli fiskveiðiára. Við vissum þetta líka þegar var ákveðið að hafa frjálst framsal aflaheimilda, að þá yrði þessi gríðarlega samþjöppun sem við horfum á öllum þessum árum seinna. Og það er enginn sem vill vinda ofan þessu, nema við í Sósaldaflóa. En hvað þurfum við að gera til þess að fólk átti sig á sukkinu og svínaríinu og standi upp og bara búið til læti yfir? Þetta er hérna, skal ég segja, það er nú margir búin að sitja við þessu og hvaða aðferðafræði þarf. Hins vegar er það náttúrulega líka þannig í samfélaginu okkar að það er alveg, bara getur hver litið til bara í eigin barm í þessu. Sko, þegar fólk er í vinnunni allan daginn, allan ársins hring, þá hefur það ekki, gefur sér ekki tíma til þess að kynna sér mál. Nei, kapitalistinn sjá alveg til sér. Já, ég meina að þú fáir örugglega ekki of mikið kaup til þess að geta tekið frí í vinnu til að geta fylgst með og að mynda þér skoðunum hlutina. Þetta þekkja náttúrulega allir. En mér langar að lesa hérna, að því að þetta er nú bara stutt hérna, að þá er sem ég tel að séu augljósir kostir óframseljanlegt dagakerfis. Og ég spyr bara, hvað breytist, gerist með óframseljanlegt dagakerfi sem fiskveiðistjórn? Í fyrsta lagi, það er bara úthlutun daga í stað tonna fyrir skipa og bátaflaka. Allur veiddur fiskur skila sér í land og það er út af því að það er búið að snúa við þessu neikvæða hvata. Til þess að Þú veist, það voru að hámarka virði dagsins. Já, ok. Brottkast, framhjólöndun, íspröfusir heyri sögunni til vegna þess að það er hafnavikt og fiskmarkaðir sem vikta fiski. Svo kemur hérna allt eftirlit verður einfaldar og skilvirkara. Nýliðun í atvinnugreinina verður auðveldara á allan hátt og kostar ekki milljarða. Sóknar geta fiskiskipaflotans er þekkt áratugi aftur í tíman, bara í gegnum löndunadaga og auðveldara
auðveldara verður að bregðast við óvæntum breytingum í hafinu. Það að segja, sem sagt, aukinni fiskgengd, þá bara veiðum við meira, fjölgum dögunum og svo getum við fækkað þeim líka ef þannig ástand þykir vera að skapast. Já. Og auðvitað er þetta allt gert í sambandi við hafró með einhverjum hætti, þó að ég sé að gagnrýna hér hafró. Þó að það eru ákveðnir hlutir sem við kannski vitum ekki nákvæmlega. En hérna ætla ég aðeins að stoppa, af því að hann Björn Ólafsson, sem hefur nú komið hérna í þætti hérna á Rauðaborðið og í sjávarútvegsspjall hjá Grétari og Óla, að hann er búinn að skrifa núna 10 eða 11 staðreyndagreinar, sem ég kalla staðreyndagreinar, af því að þetta eru allt saman unnið upp úr gögnum hafró sjálfra. Já, já. Samt vilja þeir ekki breyta aðferðafræði eða endur skoðana. Það má betur fara og svo kolli. Þannig að þetta er mjög sérstakt að þetta sé. Já, og svo kemur einokun og fákeppni í sjávarútvegi, heyri sögunni til. Sem sagt aðskilnaður veiða og fiskvinnslu sama sem fiskmarkaður. Já. Ég er ekki að segja það að Samherji megi ekki eiga fiskvinnslu eða útgerð. Hann þarf bara að kaupa fiskinn á fiskmarkaðunum eins og allir hinir. Já, ok. Þú veist, þetta er ekki það að taka neitt af þeim eða neitt annað. Það bara gerist þarna. Já. Ok, og já, ógnarvald ríkisstyrktu einokunar útgerðana yfir stjórnmálaflokkum, fólki og flokkum heyri sögunni til. Já. Þú veist, þetta er bara að því að þannig er þetta. Já. Því bara því miður. Minnkaðans mafíustarfsemina. Þetta er ekki bara, ég er ekki bara að tala um ráðherra og þingmenn. Þetta er komið líka inn í bæjar stjórnir víðsvegar um land. Já. Enda sjáum við auglýsingar SFS-samtaka. Það eru bara bæjarstjórar og bæjarfulltrúar að mæra þvælu vitleysuna. Já. Hvert var ég kominn? Já, rentan af sjávarútvegi mun flæða æðar þjóðfélagsins en ekki vera geymd í skattaskjólum stærstu eiganda ríkisstyrktu einokun útgerðina. Aðskilnaður veiða og fiskvinnslu tryggir það í gegnum fiskmarkaðina. Já. Indriði H. Þorláksson, einhver bara mesti spekingur sem við bara eigum, Já. hann fullyrðir það og hefur margsinnis skrifað greinar og verið hér í þáttum og hefur sýnt fram á það að rentan, hún er 50 miljardar mínus pluss á hverju einasta fiskveiðiári síðan 2011. Þetta er bara á Hagstofunni, sko. Sem að þá kemur ekki inn í samfélagið. Bara, Já, í rauninni er það þannig. Já. Og ef það kemur inn í samfélagið, þá kemur það af því að þessi sama útgerð, hún er að fjárfesta í öðrum atvinnugreinum. Já. Sem sagt, allstar. Þannig að þegar við erum að drekka kaffið okkar eða eitthvað, þá erum við sennilega eiga viðskipti við Samherja eða eitthvað. Þetta er náttúrulega skuggalegt. Í Guðbjörgu Ísfélaginu eða eitthvað. Þannig að þeir eru allstar. Tryggjum bílinn okkar, þú veist, þá erum við í einhverjum viðskiptum við þá. Já. Þannig að þetta þekkist ekki í neinu eðlilegu lýðræðis samfélagi. Ég ætla bara að fullyrða það. Já. Svo var restin þetta sem lítur á þessu sem er óframseljanlegt dagakerfi sem leysir þetta neikvæða sem liggur í orðunum tekur í burtu. Renta er á bankareikningu skattstjóra með erlenda kennitölu í eignahaldi ríkisstyrktu einokunar útgerðana í útlandinu. Þetta eru peningar sem er ekki að koma heim, sem hafa yfirgefið íslenska hagkerfið. Og það er nú einn hlutur. Finnst engum í verkalýðshreyfingunni það skipta máli að það er 250 fyrirtæki sem hafa yfirgefið íslenska hagkerfið? Ég bara spyr. Ég veit ekki svarið. Nei. Og þú veist, þetta er bara þannig og ég bara, þú veist, þetta að því ég myndist á hann Indriða, hann er að vinna þessi gögn bara upp úr því sem er opinber gögn í gegnum Hagstofu Íslands. Já. Svo eru frjálsar handfræðar. Og aftur er spurningin, hvað breytist? Sjávarbyggðir endurheimta að hluta
glataða nýtingarétt af sjávarauðlindinni. Já. Frjálsar handfæri að tryggja nýliðun inn í atvinnugreinina. Samanber núna þegar það eru orðin 48 dagar og þá náttúrulega eru bara fleiri sem hafa eitthvað grundvöld til þess að stunda þessa veiðar. Já. Svo kemur hérna frjálsar handfæri að tryggja atvinnufrelsi og jafnræði að nýtingu sjávarauðlindarinnar. Frjálsar handfæri að tryggja sjávarbyggðum aukna tekjur sem sagt vegna þess að allur þessi afli fer að langmestu leyti 95% held ég sem seldur á fiskmarkaði. Já. Svo kemur hérna frjálsar handfæri að tryggja ferskasta og besta fiskinn. Það náttúrulega að segja fiskverðið. Þau eru yfirleitt 20-30% hærri heldur en ríkisstyrkta einangrunarningin borgar sjálfur sér. Já. Úr sem sagt hægri vassanum í vinstri vassan. Og hérna og svo hérna frjálsar handfæraveiðar tryggja ríkissjóði auknar tekjur sem sagt og frjálsar hérna handfæraveiðar skapa betra samfélag fyrir alla. En ekki hérna verið að tala fiskinn sem að SFS að rakka niður og segja hans í svo ormétin þetta versti fiskurinn? Já. Er þetta ekki? Já, en þeir eru duglegastar að kaupa hann. Já. Fyrir þetta verð. Já. En áróður virkar og ef þú ferð nógu oft með rangar staðreyndir eða að þá trúir fólk þér meira í hvers skipti sem þú segir þetta og fólk kannski áttar sig ekki á þetta áróður sko, kaupir þetta bara blind sko. Við skulum ekki taka ábyrgðina af okkur sjálfum. Nei. Við verðum líka að bara byrju, er þetta rétt? Og ég bendi náttúrulega þegar ég að skrifa þetta, þá ég að benda bara, sko, fiskmarkaðsverðin, þau segja þetta. Já. Og núna til dæmis í aðdraganda strandveiðana, náttúrulega nokkra trillur sem hafa verið á strandveiðum, og þær að selja fiskinn sinn á fiskmörkuðum hérna fyrir 550-570 krónu kílóið. Á sama tíma fiskverðið úr hægri vassanum í vinstri vassan mest 380. Já, þannig að þetta ekki neitt smáræðis munur sko. Já. Sko á öllum tekjupóstum sko sjávarbyggðanna, ríkissjóðs og bæjarfélagana. Þetta bara, þú veist, þetta fáránlegt. Já, þannig að það kannski ekkert skrítið að þeir skulu rísa upp á afturlappirnar, leppur, skreppur og leiðindaskjóða. Nei, þeir eru auðvitað að verja sína hagsmuni. Já, ég meina allt í lagi, en bara tölum þá hlutina eins og þeir eru. Já. Þú veist, það máli, sko. En við þurfum náttúrulega að vinda einmitt eins og við erum að reyna að gera hérna núna, að vinda ofan af þessari ofurtrú kapitaliska kerfisins og þeir megi bara hirða þetta allt saman. Við þurfum náttúrulega að vinda ofan af því, sko. Almenningur, það búið að taka félagsauðinn sem sko getur verið, sem bara eins og fiskauðlindin eða eitthvað. Þú veist, það búið að taka þetta á okkur og eins og ég var að nefna áðan með sjávarbyggðirnar sem hafa glatað sko aflaheimildunum frá sér. Sko, þar öll þjónustan, þessi samfélagslega þjónusta, hún öll í mólum. Og auglýsingarnar gefa svo hræðilega mynd. Þær segja bara að það sé allt í fína lagi á Neskaupstað, Dalvík, Vestmannaeyjum, Reykjavík. Hvar allar hinar? Eiga þeir þessa bæi. Svo ég klári, þetta fismarkaðana, hvað breytist? Aðskilnaður veiða og fiskvinnslu, þó þeir megi eiga hvortvekja. Ég ger ekki athugasemdir við það. Þeir bara kaupa fiskinn á fiskmarkaðnum. En þá ekki hægt að, fyrir ekki trufliður svona, en þá ekki líka hægt að segja þá, býtu, eigum við að veiða fiskinn og kaupa hann svo tilbaka? Ég meina, sko, þarna verður til rétta fiskverð á fiskmarkaðnum. Þú veist, annars geta þeir bara ákveðið þetta. Alveg sama hvort að þeir eru núna að tala verðlagsstofu fiskverð og svona. Þú veist, og það sé gert í samningu við sjómenn. Útgerðarmenn geta og hafa gert það frá því að lög frjálst framsal var látið verða staðreynd á Alþingi, þá hafa þeir beitt sjómenn sko afkomu ofbeldi, alveg gríðalegu og þeir bara verða að sitja og standa, það voru engin 25 ára gutti sem skulda 40 milljónir, það vogast þeir engin að tala lágt fiskverð eða kvótakerfið sé ekki, af því að þeir fá hver ekki vinnu ef þeir vogast þeir að tala öðruvísi.
Heyrðu, ok. Fiskverð upp úr sjó hækkar 30-40%. Af því að sko minni fiskvinnslur, þær þurfa ekki sömu arðsemi eins og glæsilegar náttúrulega versmiður á Dalvík eða Vestmannaeyjum eða hvar sem þær eru. Þú veist, það bara minni arðsemi. Þannig að þeir geta alltaf boðið 1 krónu meira. Þannig að fiskverð hækkar. Já. Ok, sjávarbyggðir fá aukna tekjumöguleika og styrkja þannig grunnstoðir og aðra innviði samfélagana. Já. Eins og hún talaði áðan. Útgerðin fær meiri tekjur og borgar meira til samfélagsins. Já. Sérst þegar fiskverð hækkar 30-40%, þá náttúrulega eðli málsins samkvæmt. Þá náttúrulega borga þeir meira. Bæjarfélög fá meiri tekjur og styrkja þannig grunnstoðar, já, búin það. Ríkissjóður fær meiri tekjur og styrkir grunnstoðir. Þú veist, sko, bæjarfélögin, og ég tel þetta svona upp. En ok, fiskvinnslu fólk fær meira atvinnuröryggi og stöðugri tekjur. Flutningskostnaður, sem sagt frá A til B, verður í raun verndartollur þessara sjávarbyggða. Já. Það er að segja að sem sagt á löndunarstað. Já. Og skip kemur í land og landar Raufarhöfn og þá fiskvinnslan á Raufarhöfn. Þá getur hún borgað 30-40 krónum meira heldur en Brim í Reykjavík, bara svo ég taki dæmi, út af þessum flutningskostnaði. Þannig að fiskurinn helst í heimabyggð. Miklu frekar. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að allur fiskurinn endi hjá Guðmundi í Brim, sko. Eða Dalvík hjá Samherja. Bara alls ekki. Nýliðun í fiskvinnslu verður staðreynd. Af því að það þarf ekki að fjárfesta fyrir milljarða. Það þarf bara að byggja stálgrindarhús. Þú veist. Og veiðigjöld og auðlindagjöld vegna hærra fiskverðs hækkar. Þú veist, við fáum meira inn í samfélagið, inn í bæjarfélögin, inn í ríkissjóð og allt þetta. Og sem sagt, renta sjávarútvegs verður eftir í bæjarfélögin og flæður allt þjóðfélagið. Við byggjum upp samfélag þar sem pláss fyrir alla. Þetta verður ekki sósíalískara. Nei, heldur ekki, sko. Í kapítalísku kerfi, sko. Já, en svona, að ég veit ekki, stundum hugsa maður oft svona bara, þú veist, erum við að sjá þetta í einhverju draumsýn sem að, þú veist, en náttúrulega sem unglingur byrjaði ég að vinna í fiski og vann hérna á Kirkjusandi og það sem var ufsi og hinn og þessi fiskar sem við vorum að vinna með. Ég get alveg klárlega sagt að þetta skemmtilegast að vinna sem ég unni á ævinni, en ég var reyndar bara áhyggjulaus unglingur en mikið rosalega fannst mér þetta skemmtilegt. Og þetta svona, maður saknar svolítið þessa tíma og þetta var náttúrulega bara svona, en svo náttúrulega bara ungu krakkar í dag, þeir flytja nú bara på nefið að finna fiskilyktina, sko. En sko, það verður líka að segja frá, sko, það sem er miklu meira svona í sjávarbyggðunum og sérstaklega kannski minni sjávarbyggðum, að þar eru krakkarnir á fullri ferð í þessu, sko. Og það er bara staðreynd. Og að því að þarna er ennþá lífi saltfiskur. Og það er síld og loðna og allt þetta og þetta er svona þessi stemming sem verður, alveg eins og þegar strandveðar byrja 1. maí, þá bara einhvern veginn hafnir landsins, það er bara að lifna við, það er bara allt í einu verður bara annað sjávarpláss til. Og þetta er náttúrulega bara hreinlega, sko fyrir þetta að vera réttlætismál, að eiga bara aðgang að sameiginlegri auðlind landsmanna, allir hafi þennan sama rétt. Ég meina, við getum, það er stundum varla hægt að sko ímynda sér breytingarnar. Bara allt í einu í Sandkerri þar sem eru bara orðnir örfái bátar eftir. Allt í einu bara fyllist höfnin af, bara stanslaust aksjón. Þetta er svona slórómatík. Hvað sem við viljum kalla þetta. En ég er svona líka bara,
Mér finnst bara, þú veist, þegar maður var að alast upp, þá var að fiskur 3 í viku, 4 sinnum í viku. Já, já. Núna í dag, sko, það er valla maður tíma að kaupa en 1 sinni í viku, sko. Nei. En það sko, þú veist, það auðvitað, sko, samfélagi sem við lifum í dag, Já. þú veist, á öllum mælikvörðum, Já. ekki náttúrulega sama samfélagi og var fyrir 40 árum. Nei. Og auðvitað mátti, sko, það var ekkert allt gott fyrir 40 árum. Nei. Þú veist, sko... Þetta sumt að því var gott. Já. Já. Af því að þarna, sko, eins og ég held að ég bara fyrir, sko, árgangana eða, sko, mína og nær mér, sko, þarna myndaðist líf og náttúrulega vinátta og allt þetta í gegnum þetta. Já. Þú veist, maður var með, sko, maður eignaðist vini borð í bát 15-17 ára sem, sko, endist ævilangt. Já. Þú veist, þó maður hafi jafnvel ekki séð þetta fólk í 30 ár. Nákvæmlega. Þú veist, en sko, það er alltaf þessi, þú veist, þetta er bara allt annað umhverfi sem við erum í. Já, allt annað, sko. Bara algjörlega. Sko, svo heyri ég það náttúrulega, þú bara brennur fyrir þessum málum og þú ert ekki alveg búin að hlusta á umræðan þetta frumvarp og SFS og áróðurinn og allt þetta, sko. En ég meina, ok, þetta er gott skref að hækka veiðigjöldin. Tvímælalaust, þetta er, sko, fyrir mér er þetta þannig að þetta er fyrsta fetið. Já. Þetta er ekki skref, þetta er fet af því að það er ekki verið að taka í burtu frjálsa framsaliðaðinn. Nei. Það er ekki verið að taka í burtu launaþjófnaðinn af sjómönnum. Nei. Það er ekki verið að taka í burtu óslitna virðiskeið. Nei. Þannig rauninni þá er þetta frumvarp skref í rétta átt. Þetta er fet. Já. Þetta er fet í rétta átt. En er þetta ók við atvinnulífið eins og FSS vill halda fram? Nei, ekki til í dæminu. Nei. Ekki til í dæminu. Nei. Og það er mjög, sem sagt, frá mínu bæjandri séð, sko, þegar þau tala skattaspor, Já. Sko, 94 milljarðar. Já. Þú veist, þau eru með allt inn í þessu. Já. Launin hjá fiskvinnslukonunni. Já. Eða sko skattana fiskvinnslukonunni, þeir eru með þetta allt saman. Já. Með tryggingagjaldið og allt saman inn í þessu. Já. Þetta er algjörlega rangt. Það sem, sko, er rétt, það sem Indriði segir. Já. Og margir fleiri. Þórður Snær meðal annars. Það eru 50 milljarðar renta. Það er búið að borga allan pakkan. Já. Það er búið að afskrifa skipin og draga þessi veiðigjöld sem þó eru frá tekjuskattinum. Það er búið að, þú veist, þá standa eftir 50 milljarðar. Í rauninni er það þannig að ríkið borga með sko, sjávarútveginum í rauninni að því að sko, veiðigjöldin dekka ekki það sem við borgum með henni. Já. Þú veist, þetta er rétt skil hjá mér. Það er þarna mismunur. Veiðigjöldin eins og þeir í dag, þau eru ekki að greiða lögboðna þjónustu ríkisins. Og það er ekkert annað en ríkisstyrkur. En mun þessi hækkun auðlinda jafna það byrja? Já, og rúmlega það, eins og þau hafa sýnt fram á í sínum málflutningi, bæði fjármálaráðherra og atvinnuráðherra, að þarna allt í einu og það sem þau ætla að gera og auðvitað bara vonum við það að þau hafi bara nógu mikið blý í skónum til að vera á jörðinni og þessir peningar sem koma þarna 6-7 milljarðar núna strax á næsta ári að það er sett í innviða uppbyggingu og sem við öll njótum góðs af, líka þeir. Já, þeir náttúrulega nota vegina og skólana og allt það sko. Annað sem þau hafa verið að tala að það sé, sko, að það verði ennþá meiri samþjöppun sem sagt á litlum og meðalstórum útgerðum, þau bara gefist upp og hætti og selji bara Samherji og Brim og allt saman. Sko, það eru aukin frítekjumark, aukið frítekjumark. Þú veist, þetta er 8 milljónir í dag, sem sagt einhver þarf að fiska fyrir 8 milljónir áður en að fer að borga veiðigjald. Núna verður þetta að einhver þarf að borga, sko, selja fisk fyrir gjöð. Selja fisk fyrir 50 milljónir áður en að fer að borga veiðigjald.
Já, 50 milljónir miklu sanngjarnara. Já, ég meina auðvita, Já. þú veist, að því að það held ég, almennt samkomulag um það. Við þurfum að hafa litla báta, stóra fiskverkanir, litla fiskverkanir. Sko, þá ég að tala um, sko, að þjóðarviljinn þessi, að landið haldist í byggð og svo vel á minnst að því að það var þingmaður í morgun sem nefndi það að var að krefja ríkisstjórnina alvöru byggðastefnu. Já. Og besta byggðastefna fyrir Ísland eru sem sagt dagakerfi, frjálsar handfæraðar og allir fiskur seldur á fiskmarkaði. Já. Það þarf ekki neitt meira. Svo bara græjum við okkur þegar þetta komið. Já, ég sammála því, sko. En svona, já, það líka ýmislegt sem vantar í alla þessu umræðu, sko, sem þarna. En þeir ekki samt svona farnir samt að gefa eftir? Átti ekki veiðigjöldin að hækka 10 milljarða? Jú, en sko, það komu alveg, þetta var alveg rétt, sko, og sanngjarnt þegar var verið að tala um litlar og meðalstórar útgerðir. Þú veist, að frítekjum ekki, þau voru með í sínum áætlunum að það myndi hækka frá því sem nú en það þótti ekki nóg, þannig að þau hækkuðu það bara meira. Já. Þess vegna heildarmyndin lægri. Já, ok, já. Þannig að þetta win-win. Já, sérst að við megum ekki einblína bara á aðra tölur. Nei, auðvitað ekki. Nei. Við þurfum að vera með heildarmyndina. Já. Já. Og við þurfum svona fólk eins og þið til að hjálpa okkur að sjá heildarsýnina. Það sem betur fer að þá á ég marga félaga. Já. Og sem sko þekkja þetta af eigin raun bara. Þú veist hvernig þetta hefur bara leikið fólk. Ég meina sjávarútvegsstrákarnir Grétar Mar og Óli, þetta eru farsæli skipstjórar til áratuga. Já. Og nei, þeir voru á móti kvótakerfinu. Já. Og þeir voru reknir. Já. Og þetta bara, og tala nú ekki ef það nú einhver sko háseti eða kokkur eða vélstjóri sko. Já. Þú veist, þetta eru farsælir skipstjórar til margra ára. En þú náttúrulega stendur ekki upp í hárinu á mafíunni, það vita það allir sem Já, þess vegna ég hef skilning. Já. Þó að ég kalli stundum eftir hermönnum þjóðarinnar. Já. Af því að það nú notað mikið á tildögum. En sko, ég skil alveg eins og ég sagði áðan, 25 ára gamall gutti sem skuldar 40 milljónir á 3 eða 4 krakka, jafnvel 2 í viðbót í lausaleik. Já. Hann hugsi sinn gang áður en hann veður í þá. Það náttúrulega bara sjálfsbjörga viðkvæmt. Það ekkert að marka kannski manni sem mig sem bara veður í það. Já. En ég ber virðingu fyrir fólki sem veður í þetta en aftur á móti skilja alveg við þurfum líka, þú veist, þetta sjálfsbjarga viðbragð að vera ekki að gagnrýna eitthvað. Já, þú veist, þú þarf náttúrulega að hafa vinnuna þína. Ef ég má bara segja þetta, ég bara hef skilning á þessu. Svo eitt annað þessu samtengt. Sko, þetta kannski skýrir ástæðuna fyrir því að sjómenn hafa verið dálítið svona, eða réttar að sagt sjómannaforestan. Já. Hún gagnrýnd fyrir það að blása ekki til verkfalla út af þessu eða hinu. Já. Mergum málsins það, þetta ástæðan. Sjómennirnir borði í skipunum, þeir verða að veita forystu sinni verkfallsheimildir. Ég meina, hvað heldur að myndi gerast ef Efling myndi segja, nei, Sólveig Anna, þú færð ekki að boða til verkfalla. Úps. Já. Þá, ég bara segi, þetta nákvæmlega sama. En nota bene, ég hef alveg skilning á þessu að sjómenn hugsi sig gang minnstakosti 2 eða ekki 3. Já. Áður en vaða á stað. Já, algjörlega sko. Já. En svo alltaf þessi spurning, hver á fiskinn í sjónum? Þannig að finnst þér að fiskurinn ennþá verið í eigu þjóðarinnar eða hefur hann verið seldur frá almenningi? Samkvæmt gildandi lögum stjórn fiskveiða. Þá stendur skýrt og skórinort að þjóðin hefur fullt og óskórað eignarhald og þetta birtist í ákvæði sem segir skýrt og skórinort úthlutun aflaheimilda myndar ekki eignarrétt eða óafturkrefjanlegt forræði. Þetta þýðir bara á mannamáli
Það engin skaðabótaréttur, enda ætlum við ekki að vera með áframhaldandi fiskveiðar stjórnlausar. Þú veist, það ekki þannig. Við ætlum að stjórna fiskveiðum, við ætlum bara að nota kerfi sem getur byggt upp fiskistofna. Af því í dagakerfi, þá veiðum við aðeins meira, alveg eins og að gerast núna í strandveiðunum. Ég meina að það að spurstansast hver á að missa aflaheimildir. Við ætlum ekki að láta neitt missa aflaheimildir. Eina manneskja sem hefur krafist þessara skýringa, það framkvæmda stýra SFS samtakana. Og Hanna Katrín, hún sagði bara skýrt og skorinort. Við ætlum ekki að taka þennan fisk úr aflamarkskerfinu. Við ætlum að taka hann úr sjónum. Já. Þar verður það tekið, okkar sameiginlega og það þjóðarviljinn. Þannig að bara... En þrátt fyrir þetta í lögum, þá samt sem áður eru börn þessa ríkisbubba að erfa þá og skilur erfa fiskinn og hvernig getur það verið bara verið að gera? Verður það næsta fett hjá þessari ríkisstjórn að verði sem sagt 2 og 3 og 4 og 5 og svo verði þetta allt í einu skref að endurheimta þennan rétt, þú veist, til okkar og að við náum sem sagt nýtingarréttinu til okkar, það við sem ákveðum þetta og rentunni. Já. Það verður að vera markmið. Já. En svona bara út frá þessu, þá einmitt velti mér sko bara, þú veist, hverji græða í dag og hverji bera byrðirnar, ég meina mafían græðir og við berum byrðarnar. Já, það alltaf, í öllum mafíu samfélögum, þá það svoleiðis. Já. Við erum bara á hraðbyrði þangað. Við erum kannski full gróf og vera alltaf að segja mafía. Nei, býtu, af hverju? Við erum alltaf að lenda í þessum vandræðum að vera eitthvað ofur kurteis. Ég meina, það liggur bara fyrir hvernig þetta það geta bara allir séð þetta. Það þarf ekki mig eða þig eða neitt annan til að útskýra það. Fólk getur bara séð þetta sjálft. Það kannski komið nóg og ofur kurteisinni. Já, við þurfum bara að láta hlutina heita þeim nöfnum sem þeir eru. Já. Já. Býtu, líka, útgerðinir greiða sem sagt auðlindagjald fyrir, en fá bæjarfélögin engan hluta af þessu nema bara... Ekki nema bara hjá þeim bæjarfélögum sem að fá til sín eru með fyrirtækin. Þú veist, Dalvík náttúrulega bara örugglega velstætt bæjarfélag. Já, alveg örugglega. Neskaupstaður, Vestmannaeyjar. Þú veist, það engin van, enda auglýsingarnar segja það. Mér skilst líka eftir ég talaði við sósíalista á Akureyri að Grenivík mjög vel stætt einmitt út af þeir leigja kvótan frá sér og fá inn fullt af manni. Nota þetta kerfi á réttan hátt. En svona hægt að hafa sanngjarnan og sjálfbæran sjávarútveg í kapitalísku hagkerfi eða kallar það á okkur alvarlega kerfisbreytingu. Þurfum við bara að losa kapitalistina alveg út úr kerfinu til þess að... Ég meina, það náttúrulega bara þannig að við erum að leggja til eini stjórnmálaflokkurinn á Íslandi sem leggur til þessar breytingar og reyndar verður, það náttúrulega flokkur fólksins talar fyrir frjálsum handfærum, talar fyrir öllum fiski á markaði. Sama gerðu í rauninni Píratar þegar þeir voru. En flokkarnir sem eru núna á Alþingi, þeir eru ekki að gera þetta. Nei. Að losa okkur við kvótakerfið. Af því að ég bara hef samfæringu fyrir því í 40 ár að það ekki hægt að geyma fisk í sjónum frá 84 til 85 og svo 86, það bara ekki hægt. Nei. Og ég held að Jón Kristjánsson fiskifræðingur hafa bara sýnt alveg rosalega vel fram á þetta. Bara í sínum greinaskrifum í öll þessi ár. Það bara svona mjög áberandi náttúrulega með flokkar sem farin á Alþingi til þess að byrja með eru þeir mjög svona, hvað maður að segja, ekki kurteisir, þeir bara láta hlutina flakka en svo einhvern veginn virðist einhvern veginn á að siða þá aðeins til og þeir hafa eitthvað svona en ekki svona, þeir með setja þetta en ekki hitt.
nýtt og Já. skilur þannig að þeir verða svona einhvern veginn fastir í kerfinu. Já, ég meina og ég hef alveg skilning á því til dæmis þegar ég sé að tala svona skýrt hérna eins og til dæmis bara að fá fiskinn á fiskmarkaði. Ég sjálfsagt myndi alveg kaupa það ef þetta væri gert á kannski 3 árum. Já. Þú veist, 30% á hverju ári myndi alltaf bætast inn á fiskmarkaðin. Já, þú veist, ég meina þá bara ákveðið meðalhóf í gangi og ég meina auðvitað viljum við hafa öflugar útgerðir, öflugar fiskvinnslur og allt þetta. En þetta náttúrulega ekki breytingar sem gerast á einni nóttu, sko. Nei, þess vegna ég að segja þetta. Þú veist, við getum byrjað að gera þetta og þetta alveg eins og bara, þó að kvótakerfi verði reynt að taka það tilbaka bara í því að bara fækka tegundum í kvótakerfinu. Já. Þú veist, þetta er svo margar útfærslur til þetta sem hægt að lagfæra bæði fyrir sjómenn og sjávarbyggðirnar og bara fólki í fiskvinnslunum og öllum og bara samfélögin okkar. Já. En Kári, tíminn okkur er að verða búinn, þannig að þú veist bara, ef þú vilt, ert að brenna inni með eitthvað, þá máttu endilega koma því á það. Af því að ég kom þessu hérna til leiðar, að þá hérna, þú veist, þá er þetta ekki þannig. Þetta er bara umræða sem mun halda áfram og það er ofboðslega mikilvægt kannski að sko fólkið sem er ekki að starfa í sjávarútvegi, hefur ekki sett sig inn í þetta, að það átti sig á því að það eru engar grundvalla breytingar í þessu. Þú veist, það á ennþá að rukka 33% sem sagt, hluta af rentunni, sko, eða því sem inn kemur. En það á að gera það með réttu markaðsverðum. Þú veist, markaður, það er miðað við það. Ástæða, heyrðu, vel á minnst, af því að það er búið að vera að rugla með það. Talandi norska leið. Já, heyrðu, þetta er svo fyndið. Það er engin markaðsverð á uppsjá og fiski á Íslandi. Nei. Og þess vegna er litið eðlilega til Noregs af því að Norðmennirnir þeirra veiða úr nákvæmlega sama loðnustofnum, síldarstofninum og allt saman, makríl og allt þetta og við. Og þeirra landa hjá síldarvinnslunni eða hverju sem en þeir fá alltaf 150 kall meira verð heldur en sko íslensku útgerðarmennir eru tilbúnir að setja úr hægri vasanum sínum í vinstri vasan. Þarna bara, þetta er ævintýralegt og þetta gerðist núna bara, þú veist, örugglega er þetta ennþá að gerast en þarna er aftur eins og ég nefndi á sjómenninir, þeir velja að taka launaþjófnaðinn af því að annars eru þeir reknir. Já. Þannig að, þú veist, þetta er bara þannig. En hérna svona, þessi þáttur okkar, hann er ekki bara veiðigjöld. Hann er það líka hvernig við sem samfélag skiljum greinum. Og ég vil bara að almenningur, að hann bara gefi sér alveg tíma til þetta. Og það er að hann skilji það eru engar grundvallar breytingar. Það verður allt eins, þú veist, skipin verða fallega máluð og allt saman og það verður fiskvinnsla á Dalvík og það verður fiskvinnsla á Neskaupstað. Klukkan verður áfram gul og... Þú veist, það breytist ekkert. Nema það að það verður rétt verð notað til viðmiðunar, til að grundvalla veiðilega gjaldið. Til leiðrétting veiðigjalda. Gott fyrsta fett. En ef fiskurinn er sameign þjóðarinnar, þá eigum við öll rétt á orðinum og þá verðum við líka að spyrja hver ræður, hver fær og hver situr eftir. Og við höfum velt fyrir okkur hvað veiðigjöld, kvótakerfi og auðlindin í sjónum þýða fyrir okkur sem samfélag. Þannig að, við þökkum bara innilega fyrir að hlusta og fylgjast með. Og ef þér finnst þessi þáttur áhugaverður, þá hvet ég ykkur til að deila honum með öðrum og halda áfram samtalinu. Það er ekki satt? Jú, bara, og takk fyrir að fá mig í þáttin, Þórdís. En bara sérstaka þakkir til þín, Kári, fyrir að koma inn að deila reynslunniðinni og þekkingu. Og kæra þakkir til upptökustjórinn okkar, Pétur Fjellstedt, fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út.
En hlusta má á þáttinn á YouTube, spilarinn.is, sjónvarp Símans á Takka 5 á fjarstýringunni, samstöðin.is og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Deildu ef þú vilt sjá réttlátara samfélag. Þetta var sósíalísk stjórnarandstaða, þangað til næst.